Hey folks, velkomin á Flæðiskerið, þetta eru Rökkvi og Jói og við erum með enga aðra en Eddu Björgvinsdóttir með okkur í dag. Já, Edda, velkomin í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mig stráka mínir og nú, ég veit ekki hver er að hlusta sem er ekki að horfa á leikinn, en allavega kondu sæll eða kondu sæl, það er virkilega ánægilegt að vita af þér, það er kannski 1-2 hlustendur, við erum fyrir þessa 2. Þetta verður þetta endurflutt. Hinn virðast vera að horfa á leikinn, er mér sagt. Já, það er víst margir undirbúa sig fyrir hann, leikinn og kaupa snakkið og gera slátt. Var það ekki klukkan 2? Byrjaði hann ekki klukkan 2? Nei, byrja hann ekki 4 í dag. Ætlið virkilega að fara að tala um fótbolta? Ég get Getum við svarað, ekki notað? það var einhver sem sagði að það væri öll fyrirtæki lokuð frá 2 af því að þá byrjaði leikurinn. En ég vissi ekki einu sinni, þið vitið, ég vissi ekki einu sinni að við værum yfirleitt að taka þátt í ykkurum íþróttum sama dag og leikurinn var. En að því að ég á yndisleg barnabörn sem eru dálítið með þetta á hreinu, þá var ég auðvitað að setja mig svolítið inn í þetta og ég stóð með að því, hálfum sólarhring seinna, þá var ég farin að senda Ronaldo svívirðileg skilaboð þið vitið og ulla á hann og gefa hann fokkmerki. Er þetta nú ekki alveg bara svona lætur maður hrifsa sig inn í heim sem að maður þekkir ekkert og veit ekkert sko. Já, þetta er bara svona. En svo náttúrulega bara opnaðum Facebook, þá veit maður að strákarnir okkar auðvitað standa sig rosalega vel. Já, maður þarf vel ekkert annað en Facebook sko. Nei, maður þarf ekki annað. Þetta er svoleiðis. Já, ég er ekki með neitt útvarp eða ekki einu sem með sjónvarp. Nú? Nei, ég er ekki búin að koma því í gagnið sko. Já. Já, þú ert búin að vera að læra alveg helling. Ég er búin að vera. Þú ert ekki bara leikona. Nei, ég er búin að ég ber gæfu til og mér finnst það svo frábært sko að ég er alltaf að vinna í leiklist. Ég er alltaf einhvern veginn beðin eða þá að ég fæ sendar hugmyndir og framkvæmi og það heppnast, þannig að ég horfi yfir líf mitt að því að þetta var nú það sem ég kaus, ég sagði upp samningið og vildi vera frílans, að þá hefur þetta bara alltaf einhvern veginn komið til mín. Ég soga til mín ofboðslega skemmtileg verkefni og ég held að sé vegna þess að ég hef óavitandi notað aðferðir í ákvæðu sálfræðinnar. Já. Þar sem að þú bara með ákveðnum inngripsæfingum getur auki hamingju þína og auki færni þína á ýmsum sviðum og í rauninni bara orðið betri manneskja og skilað betra verki, alveg sama hvað það er, hvort það er í vinnu eða listinni eða hvað. En virkar til dæmis jákvæð sálfræði fyrir þig að þú ert að leika dramahlutverk eða þú kannski leikur aldrei dramahlutverk? Sko, ég hef leikið nokkur og er einmitt að í sumar í kvikmynd að fara að leika í mjög ég er að fara að leika mjög dramatískt hlutverk. Já. Og sem er ofsalega skemmtilegt. Nú fyrsta hlutverki mitt, Hrafnir flýgu, það var nokkið gaman hlutverk og svo hafa þau svona komið svolítið í gegnum tíðina og og mér finnst það bara alveg hæfilegt. Gamanleikur alltaf spurðir, hefðurðu vilja leika meira drama? Ég get ekki alveg séð sko challengeið í því vegna þess að það að vera gamanleikari náttúrulega eins og allir vita sem að tengjast upp í standi eða gamanleika á einhvern hátt að það er náttúrulega, það er engin skýrari höfnu, þetta er eitthvað mesta áskorun sem til vegna þess að ef það reynir að vera fyndin og fólk hlæri ekki, þá er þetta dauð. Já, þú getur verið trúbátur og verið að spila og fólk kannski spjalla saman en svo segir það eftir á, þetta var frábært hjá þér, skemmtileg melodía, en ef engin hlær þá ertu augljóslega búin að fá höfnun og misheppnast. Já, nákvæmlega. Að meðan þú ert að leika dramahlutverk, það er ekki mjög, þú kannski ef þú ert að góna fram í sal, sérðu þá sem sofa, að öðru leyti finnur ekki fyrir höfnuninni, sko. Nei, einmitt. Nei, og þú ert að leika í bíómynd þá náttúrulega enginn að klappa. Og svo er enginn að klappa þannig að þú getur verið bæði fyndin og dramatískur og svo bara lest það í blöðunum eða hitti fólk sem að segir hvað það gera. En jákvæða sálfræðin get ég sagt ykkur, þetta er bara dálítið skemmtileg þróun. Ég byrja á því að fara í meistaranámi í menningarstjórnun, skrifa meistararitgerð húmor í stjórnun. Já. Og er búin að vera að vinna með það inn í fyrirtækjum. Vegna þess að svo þróa þetta er ekki bara fyrir stjórnendur, heldur er þetta bara fyrir vinnuumhverfi, húmor og gleði í vinnuumhverfi, dauðans alvara kalla ég þetta. Já. Og þá erum við að vinna, skoða þetta fyrirbæri, af hverju vegnar fyrirtæki betur þar sem fólk er glatt og brosir og hlær saman, af hverju gerist það, því það gerist og ég er með allar rannsóknir sem styðja það.
ef að þú vilt successful fyrirtæki þá skaltu bara keep them happy. Já, augljóslega og það náttúrulega margt svona sem að eins og ef þú lækkar kannski kostnað með því að hafa ekki mötuneyti þá alltaf allir vinnufélagarnir fara eitthvað annað í mat, skilur frekar þeir kynnist. Ef þú hefur aðeins svona skemmtilegur umhverfi þá missir ekki frekar fólk úr og þér ekki eins mikið svona kannski sama fyrirtækið eða mæti bara hérna frá 9 til 5. En svo eitt sem að mér veist nefnilega stundum vera svolítið ranghugmynd og þar talaði að ef þú ferð að rannsaka húmor og fyndni þá hættir það að vera fyndið. Það finnst mér ekki. Sykur sætur á bragðið þó þú þekkir efnafræðina bak við hann sko. Þetta gamalt, þú veist, þetta gamalt saying svona, húmorinn svo froskur, ef þú krifur hann þá deyr hann. Ég meina, ef þú gerir það sem uppistandari á sviðinu og ferð að útskýra brandarðin, þá náttúrulega fólk geta hlæjað útskýringunni. Akkurat. En það þýðir ekki meiri ekki rannsakan eins og í þínu námi eða eitthvað svoleiðis og skilja hvað á bakvið og hvernig. En svona fyrir þá sem ekki vita, hvað jákvæð sálfræði? Jákvæð sálfræði það ofsalega skemmtilegt, þetta nýbyrjað, ég kláraði núna síðastlið vor. Þetta í rauninni vísindagrein það hvað fólk að gera rétt í lífinu og þetta vísindagrein haminguna, hvernig má aukana, hvað einkennir hamingjusamt fólk og svo framvegis og vísindagreinin sko ekki bara hamingju, heldur mjög margt inn í þessu. Við erum að rannsaka til dæmis styrkleika, hvernig þetta að vinna með styrkleika, komið ákveðin inngrip í sambandi við styrkleika, alveg svo hamingjuna, það að vera í flæði, það að blómstra og svo einfaldlega gleði sem svona skamvinari heldur en hamingja. Og það að auka þessari jákvæðu tilfinningar, það gerir þig að betri manneskju, hraustari manneskju, ónæmiskerfið styrkist sannanlega og það sem að ég að vinna með, þú ert miklu betri starfskraftur og ég að vinna með þetta í gegnum fyrirtæki, ég ekki með einstaklinga eða námskeið, sjálfstæðar námskeið nema við höfum aðeins verið að byrja á því í endurmenntun. Og hvernig hafa viðtökurnar verið? Svakalega góðar. Fólki finnst gaman að vera að vinna með það sem jákvætt og fólki finnst gaman að brosa og hlæja saman. Einmitt. En getur þú nefnt okkur dæmi aðferðir til dæmis til þess að svona efla sjálfan sig? Ein til dæmis mjög flott æfing, gagnreynd inngrip heita þetta, svo skemmtilegt þegar notu bara eitthvað svona, þið vitið, dálítið fræðileg orð á eitthvað sem heitir æfiðu bara, þá ertu betri í þessu. Að það til dæmis í eina viku, ef þið skrifið niður á hverjum degi ykkur á 3 hluti sem að glöddu ykkur yfir daginn, eitthvað sem var gott, eitthvað sem að örfaði jákvæð tilfinningar. Ef þið gerir þetta í viku og það hægt að taka hamingjupróf, farið inn á síðu sem að heitir VIA, sem alvöru síða sem að þeir sem sagt stimpla og samþykja þeir sem að kenna jákvæða sálfræði og þetta sem sagt fag- og vísindagrein og háskólanám. VIA þá getur þú tekið hamingjupróf, mjög einföld próf, maður getur líka tekið styrkleikapróf, fundið út til dæmis sína 5 efstu styrkleika. Ef þið takið hamingjupróf, gerið síðan þessa æfingu í bara viku, þá og takið aftur prófið, þá hefur hamingja ykkar aukist. Það mjög ólíklegt hún hafi ekki aukist töluvert. Nú ef þú bætið við annari viku og 3. vikunni og svo hættir kannski, þá eru viðvarandi áhrif, þá mælistu sem sagt jafn hátt og þegar þú varst búin að gera 3 vikna æfingatímabili til dæmis, þá mælistu jafn hamingjusum í 36 mánuði eftir það. Þannig að skilir þig í rauninni til þess að einblína á það jákvæða? Já. Frekar að velta þér upp úr slæmi hlutunum. Og það er svo skrítið að þú ferð að, ef ég veit að ég er að fara að skrifa í kvöld, þá ferð að stimplast inn allir góðu hlutirni sem gerast í dag. Þannig ég kannski kom með 5-6 góða hluti og ég óvart fer að lifa gleðina. Þegar ég verð alltaf að, veitu hvað get ég skrifa niður í kvöld? Já, þetta er gott. Þetta lætur mig líða vel. En fannst þér þegar þú byrjaðir í náminu og þú þekktir eitthvað af þessum trikkum eða því sem við fjallaðum hjá sjálfriðir og úr þinni hegðun áður? Já. Sko, það nefnilega svona, sko, jákvætt og hamingjusamt fólk. Ég á mjög auðvelt með, ég er mjög léttlind manneskja og ég á mjög auðvelt með
gleðina, alveg jafnvel þannig að fólk hefur komið til og þú getur nú ekki alltaf verið svona glöð eða eins og segir ég hata morgunrest fólk af því ég svo fulla mótna ég bara get ekki að það gert ég bara, það ekki hægt að vera glaður klukkan 6 á mótnana við þetta á Íslandi bara, hvað að þér? Og það er við sem erum svona litla gleðisprengju svona, þið ekki fegin að vera vögnuð að við eigum náttúrulega píldi erfitt líka með það fólk sem að hreytir í mann snemma en mér er svo góð setning í leikrit eftir Sigurð Pálsson sem að hljóma svona, það voru 2 stelpur það voru nokkra stelpur sem að voru að horfa á eina sem að skoppaði út, það var að vinna í Vestmiða, það skoppaði út svo hamingjusum í pásu og alveg gleðin streymdi frá henni og þá sögðar dróa sér sígarettureykinn sjá hana, svo happi þetta helvíti þannig að það getur verið svolítið truflandi En áhrifin af einmitt að hugsa svona jákvætt og vera jákvæður áhrifin til langframa Já hver geta þau verið ef þú hugsa jákvætt, hver er munurinn til dæmis á áhrif neikvæðin til langframa og jákvæðin til langframa? Sko, þetta ef við förum í til dæmis bara fixed mindset, það er, maður getur verið með svona hörmungarhyggju bara einhvern veginn úr uppbeldinu, það fæðist engi með þetta það er sól núna ég held að það sé spá rigning helgina við skulum nú kannski þá reyna að nýta það af því þetta mun ekki endast þetta gera það verkum smám saman að það er automatist hjá þér að búast við hinu versta og sko jákvætt og hamingjusamt fólk það upplifir alveg sorg og harm og allt mögulegt og gremju og pirring en að vera eyða megin hluta lífi sín í að vera í gleðinni að það skilar sér svo margvað, það er ekki bara til dæmis rannsóknir mínar sína á og þessi ég fekk í hendur og gerði sjálf í meistararitgerðinni og í ákveðsálfræðinni ef að við erum að vinna með það blómstra eða vinna með hamingju aukningu, vinna með flæði, vinna með styrkleikan okkar einblína sem sagt á hið jákvæða í lífinu að þá erum við erum orkumeiri í vinnu við vinnum betur og lengur við nýtumst betur, heilin okkar starfar allt öðruvísi, hann fungerar öðruvísi, streituhormónu kortisol til dæmis, lokar á skapandi hugsun það kvikningar hugmyndi þannig að bara það að nýta sína skapandi hugsun og hafa sem mest af henni ónæmiskerfi styrkist það er bara það stressveikir ónæmiskerfi, það er vel vitað ég hef síðan svo stundum farið í svona stress þar sem að ég í rauninni er mjög produktífur það er eitthvað svona hræðslu viðbröð prófi og það er alveg tímar henni út og ég næ kannski að sanna eitthvað sem ég haf ekki hugmynd þú veist, ég kannan þetta þegar ég verið í háskólanum að sanna eitthvað starffræðidót bara sem ég haf ekki hugmynd aldrei reynt að sanna áður bara af því að heilinn fer í eitthvað svona algjört yfirdrif en þetta er örugglega sjaldgæft og stundum þegar maður redda einhverju að það fer allt niður í vinnunum maður er forritari og öll kerfin hrynja og bara hugsa og stundum hef ég náð að vera mjög snöggur en ef þetta er gegnum gangan alltaf stress yfir daginn stöðugt til langs tíma þá dregur þetta þig bara niður í rauninni. Nákvæmlega og það er munur á adrenalíni Já, ég er að meina kortisol, sko það er sveituhormón sem er sko hann er svo eyðileggjandi allt adrenalín eftir mútið er þetta skot og líka kortisol eða er í skoti að þá er það til dæmis þú hugsa brjálæðislega hratt eitthvað viðbragð stoppar í staðis að keyra á eitthvað og það var ósjálfrátt þú veist ekki hvað gerðist fyrir en að þú fattar allt inn og þú ert stopp þannig að það kviknar á heilunum brjálæðislega en svo lamast öll skapandi hugsun þetta eru ósjálfráðu viðbröðin einhvern veginn og einhver forði sem að maður nýtir sem að sko nýjar hugsanir kvikna ekki í þessu það er engin sköpun þú bara grípur í æðiskasti í eitthvað sem að þú veist að er þarna og ef að þetta er aftur og síendurtekið þá maður að eyðileggja til dæmis ónæmiskerfið. Ég er náttúrulega svolítið fyrir að hugsa út fyrir kassan og svolítið kannski í víðara samhengi. Þá veldi ég fyrir mér áhrifin sem að þú ert að tala að þetta geti haft í langframa. Þetta getur líka til þess að því að þú vinnur og afkasta meiru, þá vængast fjárhagurðin, fjárhagur fyrirtækjana vængast út af bættum afköstum sem þýðir betra efnahagslíf fyrir samfélagið. Já, nákvæmlega og þetta get ég sýnt fram á og sýnum fram á í ritgerðinu minni. Afkoma fyrirtækja er betri ef að fyrirtæki fara að vinna með gleði aukandi aðgerðir gera það verkum að þú græðir meiri peninga.
og ég búin að fara, þetta leynistarfið mitt, ég búin að fara inn í ótrúlega mörg fyrirtæki að vinna með fólk og það rosalega gaman og nú ég búin að gera tilraun með langa, ég tekið nokkra mánuði og það skilaði svo frábærum árangri fyrir fyrirtækið að nú ætla ég að fara að bjóða upp á einmitt í samvinnu við aðra, svona lengri námskeið að taka bara fyrirtæki í gjörgæslu. Já, það veitir ekki á í sumum fyrirtækjum því að sum fyrirtæki eru bara fást við mjög erfiða hluti oft. Já. Við bara, ef við tökum bara dæmi eins og sálgæslumenn, einhverju slíka aðila, björgunarsveitamenn, neyðarlínuna, ofta erfið til lögreglumenn og það veitir kannski ekki af jákvæðinni, kannski líka í starfið. Nákvæmlega og það svo magnað að einmitt að því ég hef komið við hjá öllum þessum stéttum, ég að vinna líka með alls konar stéttafélögum, að það er alveg magnað hvað einmitt þessir aðilar sem eru ævinlega að takast á við eitthvað sem manni finnst harmur og hryllingur, hvað það er notað mikið af þessum aðferðum, hvað það hafa kviknamargar hugmyndir og auðvitað svo vitneskja sem til óbefli og að það komir á óvarti mitt hvað margir að nota, hvað fólk að nota til þess að lifa af bara erfiðan vinnudag til dæmis. Já, það til dæmis margir sem og bara prestar til dæmis tala það að það ágætt að skilja bara eftir vinnuna þegar þú ferð á hempunni Akkurat. Og fer svo heim ef þú hefur verið að hugga ykkur eða eitthvað slíkt og eins læknar þeir eru ofta að díla við mjög erfiða hluti en þetta er heilbrigðisstéttirnar, þetta rosalegt álag. Já, og svo líka álagi sem bætist við fyrir utan þá erfiðleikar sem það að takast á við og kannski líka bara öll þessi verkefni, kannski eru of mörg verkefni og kemst ekki yfir það og þá kannski betra að hugsa bara jákvætt og byrja á því bara þegar þú byrja nýri vinnu að byrja að hugsa jákvætt og ætlar að ná árangri ef þú kemur með því hugfarið þá ætlar að þú náir engum árangri þá nærði engum árangri Þannig að við lítum á þetta frá öfugum enda hvað er svona kannski helsta dæmi hugarfar sem að þú ert komin í rauninni í rangt hugarfar, þú ert komin í svona í rauninni það sem kallar downward spiral farin að hugsa hlutina út frá röngum enda kannski hugsa alltaf sjá fyrir þér hvað geti gerst ömulegt eða að hluti sér tilkomslusir, hvað er svona helstu dæmi það og hvernig myndir brjóta upp hugsun hjá einhverjum sem að komin í rauninni svona að grafa sig alltaf í dýpir grifjurunni með hugsunættinum. Já, mér finnst þetta nefnilega svo merkileg pæling og það er svo merkileg rannsókn sem sýndi fram á að það voru teknir aðilar sem að höfðu grætt ofsalega mikið af peningum annars vegar, hins vegar hópur sem hafði lent í áföllum, slysum, alls konar. Já, og þeir voru jafn hamingjusamir eða jafnvel öfugt. Þeir sem eignast fullt af peningum að hamingja þeirra virtist fara dalandi á meðan að þeir sem voru einhvern veginn í vondum álum leiðin virtist vera bara upp á við, skilur ég meina ef þú lendir í svakalegu slysi og þarft bara endur vinna allt líf þitt að þá þú getur þetta verið bara í harmi í eymd í þínu ástandi, þú getur líka farið að vinna í að gera það besta úr lífinu og finna alla möguleika og finna alla fleti til þess að halda áfram að vaxa sem manneskja sem skiptir náttúrulega öllu máli og þetta kallar semst segla eða þrautseigja, resilience, hvernig þú tekst á við erfiðleika og þeir mældust hamingjusamari þeir sem höfðu gengið í gegnum áföll. Já, ég hef heyrt þetta að fólk með að lenda í hjólastól eða græða einhverja milljarði lottói, fólk sem endur í hjólastól er meðaltali hamingjusamari. Ég hef heyrt þetta ekkert í maður. Við finnst ekki aldrei merkilegt og þetta er tilfellið. En það er hægt að skilja þetta af því að leiðin er eiginlega bara niður á við, þú ert ríkur og allir gera ráð fyrir þú hljótir að vera hamingjusamari, þannig enginn hjálpar þér, allir sníkja bara þér. Meðan að kannski þegar þú lendir í hjólastól þá koma allir vinirinn, kannski fólk sem þú hefur ekki heyrt frá lengi og fjölskyldan þá sína allir styrk sinni að hjálpa þér ef þú átt góða og þá kemur þetta jákvæða flæði og þú kannski lærir að einmitt virkilega sína hvað í þér býr þegar að þú lendir í erfiðleikum frekar nú er bara, fullt af peningum það er allir að væli mér, þú veist og eitthvað
og þú ert kannski líka í keppni, nú á ég pening, hvernig get ég verið eins hamingjusamur svo hægt er ég virkilega núna eins hamingjusamur, þú veist, ég ætla að fara til Galapagos og ég ætla þú veist að fara á snekkju eitthvað svona og þú ert kannski að reyna að keyra hamingjum svo brjáluð upp og svo ertu ekki hamingjusamur og þið finnst að hafa klúðramálunum, það er kannski eitthvað svona sem að gerist. Þetta er mjög margt svona í þessu og svo náttúrulega þetta líka, bara þegar maður hittir fólk bara á förnum vegi og það er einmitt fólk sem er bara með glasið hálffullt og aðri sem eru með glasið hálftómt og það er svo erfitt að mér finnst fullt af fólki vera svona umhverfismengun og það meðal annars vegna þess að þegar það opnar munnin þá setur það bara út úr sér það sem er að og það fullt af fólki brosandi umhverfismengun það virkar voðalega jákvætt en er alltaf að benda á það sem er ömurlegt annarkvort í eigin fari, annar að fari eigin lífi, annar lífi eða bara í veröldinni yfir höfuð og það er náttúrulega þetta er algjörlega eins og með alkoholisma þú verður að vilja breyta þessu það þýðir ekki að segja, heyrðu, þetta er nú orðið gott í neikvæðu hugafæri nú skal þú bara algjörlega snúa þessu við og það rennur upp ljós fyrir viðkomandi aftur á móti í fyrirtækjum þá er auðvitað sjálfsagt mál að taka á það sem heitir attitút og bara ef að það er ekki í lagi með þetta viðmót við annarkvort samstarfsaðila eða þá sem út á þjónusta hvað starfsfólksins vinnur þá þarf þú að laga það eða þú átt bara heima annar staðar og þetta er að kvikna ofsalega mikið í fyrirtækjum en þá kem ég þó inn í fyrirtæki þar sem að fílupúkin mætir ekki að fyrirlestur nei, hann er nú bara svo ofsalega neikvæður já, ok, hann hefði þurft á þessum fyrirlestra að halda vegna þess að ég er að tala um hann sem umhverfismengun akkur eiga ekki allir að mæta til dæmis og svo spyr ég bara býttu þessi sem að eyðileggur allt í kringur svo tekur aldrei þátt í gleðidögum og er hann ómissandi er hann með þá menntun ég hef spurt yfirmenna þessu, er hann með þá menntun og reynslu að það er engin annar í heiminu sem getur unnið þetta En svo er merkilega algengt líka því að þegar maður talar til dæmis einelti þá hugsa maður krakka að stríða hvorum öðrum á skólavellinum en vinnustöða einelti er bara alveg bjánalega algengt það er rosalega algengt og það er kannski að vera fílupúki sem er ekki svona pepp upp á andan er kannski eitt en að vera einhver annar sem að svona lætur öðru fólki líða illa í vinnunni þá ertu komin með í mjög eitraðan einstakling inn á sem að skemmir mjög mikið út frá sér og þetta er algengara heldur maður heldur ég man alveg eftir svona einstakling sem ég hef vunnið með og ég var eins með yfirmann sem laði mig einelti í tíma og ég reyndar fattaði að snúa því á gegnunum sko þess að vera of mikið til þess að vera rekin en það eru fæstir sem að geta gert svoleiðis í rauninni þú ert til að varnarlega skakast yfirmanni sko það, það er bara því miður og þess vegna er þú getur reynd að klaga hann í næsta yfirmann fyrir ofan en að öllum líkindum er hann tengdari yfirmanni þínum heldur en hann tengdari þér og mun líklega ekki samt með þér nákvæmlega, þannig að þetta sko, það þarf að vinna með þetta og það þarf að opna þetta líka vegna þess að þetta er ofsalega falið og einelt er ofsalega mikið í formi með húmors Já, en húmor getur verið jákvæðan hann getur líka verið vopn, rosalega beitt vopn alveg rosalega hættulegur það er svo gaman að skoða einmitt þetta og einn af 24 styrkleikun sem að maður það búið að gera skema og styrkleikarnir eru 24 sem búið er að merkja maður finnur út sína 5 efstu einn af þessum styrkleikum er húmor og þeir bættu honum inn seinna það var dálítið merkilegt það var ekki í fyrstu töflunni þannig að þeir bættu húmorinn og það til dæmis að ef maður gerir nákvæmlega sem æfingu og ég sagði ykkur frá áðan skrifa niður 3 góða hluti ef að þið tækja æfingun og skrifið 3 fyndna hluti í dag þá gagnast það öllum jafnvel og ef þú skrifa niður 3 góða hluti og segjum bara í viku eða 2 eða 3 en þunglindi sjúklingar þeir höfðu meira gagn af þessari æfingu heldur en hinni æfingunni miklu meira gagn Ég veit eitt sem að gerði það bara ganni sínu það var að prófa að sjá hversu margi neikvæðir punktar var í hans líf og hversu margi jákvæðir og hann skrifaði það neikvæði jákvæði á miða og setti sig ykkur á krukuna Svo kom ég ljósa að það var miklu færra í jákvæðu krukkunni en svo þegar hann fór að hugsa tilbaka þá mundi hann eftir því að það ástaf var ekki svo kannski að veri færri jákvæðu hlutir í lífinu hans heldur bara hann tók ekki eftir þeim Já Og er það ekki svolítið svoleiðis við tökum stundum ekki eftir því jákvæði kringum okkur Nei, það bara hvað horfur hvort er glasið, þú veist, með smá vatni í eða tómt Já, okkur hver er þín afstaða og ég fæ ólík svör
eftir því hvar fólk statt bara með eigin huga. Ég hef ákveðið, ég bara nærist á því, sumir nærast á því, vitið hvað kom núna fyrir mig, vitið hvað harmleik ég að gangi í gegnum. Ég að flytja núna í 11. sinn í íbúð og ég get fengið alveg rosalega samúð út á þetta og nýti mér það, stundum þar ég bara eitthvað takk utanum með það og það ég ber fulla virðingu fyrir því, en að einblína á að það sé meira og minna allt á að fara til anskotans og það sé allt einhvern veginn sem, það kemur allt fyrir mig að tekið eftir. Ég held að sé líka hægt að vera svona trún og fíkil, vera bara alltaf bonda við fólk gegnum að vera á trún og eitthvað sem er stöðugt, annarkvort tala sér alveg eða hlusta eða bæði og þú veist, ég held að þetta sé alveg grifja sem er mjög öll að falla á onni. Já, ég held það líka. Þetta er merkilegt. Og hugsa ykkur bara ein æfing enn, ég finnst svo gaman að kenna ykkur inngripin. Við þurfum að prófa þetta og segja í næstu viku og þar næstu hvernig við erum núna. Já, nákvæmlega. Við höfum ekki fótboltafólk lengur. Já. Þetta pirrar okkur bara ekki neitt lengur, við erum svo glaðir. Við erum bara glöð við hvert íþróttaheiminum. Og til dæmis að skrifa þakklætisbréf til einhvers. Ef þið hugsiðum bara í veröldinni er einhver sem þið viljið þakka fyrir eitthvað. Við þökkum RÚV fyrir að sína bara klukktíma fótbolta en ekki 24 tíma. Nákvæmlega. Skrifa þakklætisbréf, þetta verður að vera manneskja, sko. Skrifa þakklætisbréf og fara með það og lesa það fyrir viðkomandi. Það er dálítið áríðandi. Þetta hefur því líka áhrif á taugakerfið og sálina að það er viðvarandi hamingjuaukning mæld, jafnvel þó mann verður oft mjög mikið bara og fyrir að gráta og þeir sem að hlusta á mann þakka fyrir eitthvað, fara líka að gráta en þetta er svo hamingju aukandi gjörð bara þessi eina æfing í eitt skipti að það er viðvarandi ef maður myndi gera mælinga á undan og eftir og nú bara, þið sem eru þarna, þið tvö sem eru að hlusta á okkur og ekki að horfa á fótboltan eða undirbúa ykkur og búið eða út í góðaveðrinu að grilla eða út í góðaveðrinu að grilla nú skulum við bara hugsa og við skulum öll hugsa á skalanum 1-10 hversu hamingjusamir eru þið tveir strákar, bara segið það ekki upphátt heldur, hvar myndið þið setja hamingju ykkar, ég hamingjusam bilinu 1-10 hvað myndi ég ég finn tölu, ég búin að finna tölu og allir sem að hlusta finna tölu nú hvet ég alla til þess að prófa að setja og skrifa þessa tölu á blað bara á lítinn miða og geymið hann einhvers staðar prófa síðan æfinguna og gefum okkur 2 vikur, það er ekki mikið í lífinu til þess að auka hamingju sína skrifa æfinguna bara 3 góðir hlutir byrja í kvöld og gera þetta í 2 vikur og fara svo aftur að taka miðan og vera algjörlega heiðaleg hvar er ég núna í hamingjunni hvað myndi ég gefa mér hátt ef að ég gef mér mjög hátt þá er ekkit víst að ég hækki endilega mikið en svona ef að ég er eitthvað að glíma við og þá er eiginlega næsta víst að þessi tala hækkar eftir þessa 2 vikna æfingatörn sem að við erum að gefa okkur núna. Mér hefur oft fundist svolítið og það er náttúrulega sjálfsagt ekkert eitthvað vísindalegt sem er tengt fæinu í rauninni hamingjusálfræði eða þess að jákvæð sálfræði að svona sjálfshjálpa bækur eða svona fólk sem er að tala hvernig áttu að vera hamingjusamir, þau eru svolítið svona eins og þau sé að reyna að segja þér að æpa nógu hátt og mikið á þig að þú sért hamingjusamir, ekki kannski finna ástæður eða eitthvað en svona peppa sjálfan þig upp rosa mikið og mér finnst oft svo vant að ég þetta eða líka til að ná árangri, segja ég get þetta mér finnst oft bara svo vantinn í svona einmitt að en reyndu að þú veist vinna hart að þessu þennan pakka sko þess vegna finnst mér oft svona sjálfshjálpar tal vera svolítið á rangri braut ég er ekki að tala um það sem þú ert að fást við en ég er að tala um almennt þetta sjálfshjálpar dót sem þú heyrir og þetta er sko, við kallum þetta polyunufræði í jákvæðu sálfræðinni og það var mikið gert til þess að fólk held ekki að þetta væri bara einhver polyunufræði og munurinn er sko með fullri virðingu sumar sjálfshjálpa bækur sem ég las fyrir mörgum ára síðan gerðu mér rosalega gott hjálpuðu mér svakalega mikið og alls konar og englandabækur og bara ferlega fínt ef ég gerði því sumar af þessum æfingum auðvitað bara þrautar reyndar í áratugi ár 100 að þjálfa hugan í að leita að hinnu góða og uppbyggilega og þess vegna er margt að þessu gott sumt er ofsalega þetta yfirborðslegt vegna þess að það er ekki grunnur
það er engin grunnur, það flotta að Seligman og þeir rannsöku þetta, þeir tóku fólk og það hafa verið skrifaður fleiri doktorsritgerðir þetta núna í dag, sjáðu, til dæmis siglu eða að blómstra eða bara hamingjuna eða gleðina eða flæði og við vorum svo heppin, við fengum eiginlega allt þetta fólk til að kenna okkur. Þetta það ungt, þetta fólk í blóma og það kom allt, því fannst svo spennandi að þetta væri að byrja hér í háskólanum, að við fengum alla þessa ofsalega flottu kennara og þá bara komst maður að því, við erum hér að tala dauðans alvöru. Við getum í rauninni gjörbreytt ástandi okkar með ákveðnum inngripum, en þá skulum við líka bara lesa okkur til og við skulum fara, ég get alveg sett ykkur þessar æfingar og þið bara trúi mér og geri þær, ég veit þær virka, en ef maður vill fara dýpra í þetta, þá grunnur undir þessu öllu. Já, þú náttúrulega líka að mæla árangur í rauninni, þegar þú ert með vinnustað, þú mælir árangur og þá í rauninni ertu farin að vera vísindalegur en ekki bara eitthvað svona snakk, sko. Já. En getur þetta til dæmis jafnvel lækna þunglindi að einhverju leyti? Þunglindi tvennskonar. Það klínist þunglindi sem mjög erfitt að takast á við án þess að nýta sér lyf að einhverju marki á einhverju tímabili. Það stoltist mikill munur á því og síðan þunglindi sem vegna áfalla og álags og alls konar sveiflu og tala ekki þunglindi, það náttúrulega bara svo ótrúlega margir sem með áfengisþunglindi. Jú, það er til. Við erum með svo miklu meira alkoholvandamál hér á Íslandi. Og við erum með svo stuttan dag á vetuna og það bara líffræðilegt að þegar þú ert alltaf í myrkri, þá hefur minni orku og þú ert neikvæðri. Eins og í dag þegar sólin skilur, þá verðum við bara í góðu skapi öll eiginlega bara sjálfkrafa. Já, maður mun ekki hitta einn einasta fílbúka hér niður Laugaveginn sem ég ætla að labba núna á eftir. Ég klára því. Já, það bara svolítið gaman hvernig einmitt bara birta og sól getur breytt bara öllu. En ekki svolítið líka vandamáli með af hverju margt fólk óhamingjusamt og það svo ég noti nú klísju lífsgæðakapphlaup að vera aldrei ánæður með það sem þú ert með. Vil alltaf meira, vil alltaf að hugsa hvað líka ef ég hefði gert þetta en ekki það sem ég að gera. Frekar hann að einbeita sér því að besta það sem maður að gera. Já. Og mér veist oft eitt sem svolítið tengt sjálfhjálpardóti, það svona pick-up artistar sem ætla að kenna þér að ná í konur. Og þá alltaf að horfa á konur eins og eitthvað heldist kjöt, reyna að fá flottustu konuna. Það aldrei bara reyndu kannski að sjá í einhverju konu sem fannst ekki falleg að hún kannski samt falleg. Sjáðu hvað hún þú veist, glöð eða eitthvað svona, reyndu að svona horfa aðeins á fólkið og sjá hvað kosta hefur. Heldur vera bara, hvernig get ég besta það að ég geti náð flottasta supermódelinu heim með einhverjum triksum. Þegar triks gera þig heldur ekki skemmtilegan. Nei. Og mjög ólíklegt til þess að endast slík sambönd. Triks gera þig ekki áhugaverðan mann fyrir konur eða aðra menn eða neitt. Nei, það kannski freka hvernig þú kemur fram og svona hvernig þú kemur fyrir, sko. Já, og þessi ofstopafulla svona markmiðabundna ná mér í flottar konur í rauninni dauðans, í rauninni rosalega niður rífandi markmið. Já, það það. Nú þetta svolítið strákaheimur sem ég ekki alveg inn í en einmitt þetta með að ná sér í flottan gæja. Við konur við föllum daldi fyrir flottu gæjónum og erum til kannski bara að fara og aðeins að reynda á séns með þeim. En svo leitum við, svo það bara eitthvað í eðlokkar að leita góðu gæjónum til að eiga börnin með. Ég held að sínu öfugt að þið leitið að svona alfamönnum til að börnin með og svo þegar þið eru orðin einstæðar mæður þá eru tölvunörðunir sem ég allt ín fartin eiga séns. Hann verið góðu pappi. Ég tala bitur í reynslu. Nei, ég er ekki giftur einstæðri móður sem á barn með einhverjum á Litla Hrauni eða neitt svoleiðis. Ég ekki þannig að mér ég að grínast. En svo finnst mér líka svo merkilegt krakkara. Það þetta með, mér finnst þetta verið svo mantra eftir hruni, við tókum öll þátt í þessu hruni. Við áttum öll aðild að þessu sem finnst vera einhver mesta bull sem ég hef heyrt á ævinu, við tókum ekki öll þátt í þessu. Við tökum ekki öll þátt í þessu lífsgæðakapphlaupi. Og ef ég að segja alveg svo ég á ótrúlega stóran hóp af fólki sem ég hef unnið með, sem ég kannast við, sem ég þekki, ég á ótrúlega stóran hóp af vinum, góðum vinum, ég á risastóra fjölskyldu. Ég kem svo víða við. Ég hef svo sjaldan hitt þetta fólk sem að það bara lífsgæða kapphlaupið og eiga fínn og betra. Ég þekki það ekki. Stærstu hluti þjóðarinnar, leyfi ég mér að fullyrða, bara fólk eins og við sem tiltölulega ánægt með
að sko að kaupa lítið ódýrt sjónvarp á tilboði og það bara virkar fínt og eru þið, sko, nú spyr ég ykkur, eru þið alltaf að hitta fólk sem að eru það fylgjast með fólki sem að aldrei ánætt og alltaf þarf að kaupa meira? Í og með. Ég náttúrulega laði ekki svoleiðis fólk að mér og svoleiðis fólk kann yfirleitt ekki að meta mig neitt sérstaklega vel heldur og ég á þýska konu skilur, hún mjög praktísk og svona niður á jörðinni og sem alveg nauðsynlegt fyrir einhvern ruglaðan eins og mig að eiga svona einhvern sem niður á jörðinni til að halda mér í rauninni bara til Þýskana sem með ADHD til dæmis Já, nákvæmlega en hérna, mér finnst ég samt oft sjá þetta og mér finnst svolítið bara neysla Íslendinga sína þetta, ég vil þó að ég þekki kannski ekki fólk sem brjálað í þessu í svo miklu magni að þá finnst mér svolítið neysla Íslendinga sína þetta bara hvað við kaupum af ákveðnum hlutum sem ætti ekki að vera að seljast hérna á Íslandi. Ég þekki til dæmis ekki þetta að sko fólki í kringum mig það ekki að einhverju brjálæslegu kapplaupi sko en hins vegar sko að þú fer á fésbókina það kannski fólk sem þú þekkir ekkert mikið það kannski alltaf fullu í lífsgæða kapplaupinu með að setja alls konar á fésbókina en það bara svolítið merkilegt að það setur yfirleitt bara það góða sko það vitið það, þetta finnst mér vera sko ok, eins og ég sé, ég held að þetta sé lítill hópur bara sem að kaupa alla jeppana og svona og ég bara vorkinniði píldi vegna þess að ég veit að það bara rannsóknir mína sína, það ekki hamingju með því en sko, til dæmis þetta með Facebookina, að því að nú finnst mér margir tala niður til og mér finnst við svolítið líka nota svona, ég ekki svona ég ekki lífsgæðkja og ég bara sé að aðrir eru það eða þá ég ekki að segja þetta á Facebook og svona mér finnst við svolítið að hafa tilningu til að réttlæta okkur mér finnst aftur á móti fólk sem ég veit að bara í sárum það postar á Facebook öllum glöðumyndunum og allir halda að lifi svona lífi ég meni ég þekki marga persónlega sem að einmitt setja myndir frekar af kettlingunum sínum eða þið vitið eða brosandi börnunum sínum sem við fórum í svo dillett ferðal og það var yndislegt helgina og ég veit kannski að það var birta en í mjög harmarænum heimi og til fólk sem hefur gengið gegnum alls konar og ég veit að þetta fólk því líður betur að horfa á líf sitt á einum stað og það enginn að pota í og segja já en þú ert náttúrulega þetta nýbúin að missa vinnu nú á heimilið sko það bara setti þarna það var svo gaman á miðan og það raunverulega og þetta segja vísindin mér það raunverulega nýtir eigið meðal til þess að byggja sig upp þannig að ég bara ég elska þessa Facebook fyrir utan að ég líka kann að nota hann ég með 5.000 vini, það alltaf fullt hjá mér, maður getur ekki átt fleiri og ég bara ef að fólk með leiðindi þá bara blokka ég þannig að allt sem ég les á Facebook það svo skemmtilegt fólk og ég nýt þess þetta bara og ég fylgist með gömlu skólafélögum mínum og svona og svo veit ég líka að sorgmæta fólki fær svo mikið út úr því að setja nýtt líf á Facebook en veistu það, ég verð að viðkynna ég var að horfa á heimildamynd einelti í gærkvöldi íslenska á einhverju flakki á RÚV og leiði svona frekar ömulega eftir hennar og fór á Facebook og setti svona vídeo af tígristýri að leika við kissu og mér leiði betur þetta sé bara hér með lifandi dæmi bara frá því núna hér nákvæmlega þetta virka allavega en hugsaðu ykkur þetta væri svona í raunheimum að það kemur nöldrandi nágranni nú ætlum ég að taka fram í frábær nágranna en þú ert kannski leiðilega nágranna þú lígur, þú býr í Breiðholti já, nei, svo hérna þú ert alltaf einhvern nágrann sem nöldri yfir sko, já þú leggur bílum í þetta stæði þú ert að gera hinum einn og svo framvegis þakka þið fyrir, ég einmitt að gangi gegn þetta gæja, allavega en þá hérna kannski hugsaðu ykkur ef þetta væri svona raunheimum þú getur bara blokkar að viðkomandi, þú bara sér það ekki nákvæmlega, í raunlífinu sjá ekki að neikvæða hvað, var ykkur að segja eitthvað það væri voða þægilegt og svo líka eins og það var einn ofubóðslegu fílupúki sem nokkri svona í leikhúsheiminu sem var einhvern veginn alltaf með ótrúlega neikvæðar athugasemdir ég tók þá ákverðun í einhvern tímann að þetta maður sem kom nálægt alveg bara valda mikill í leikhúsi ég tók það ákvörðun að finnast sjá húmorinn í öllu sem maður sagði þannig að þegar kom svona og einhver svona romsa þá fekk ég bara það sem þú getur tvinnað saman á orðum það alveg dásamt og þetta hjálpaði mér svo mikið
að vera aldrei í gremju gagnvart þessum aðila af því hann kann líka verið fyndin ég sá það alveg, það var húmor í honum Já, það bara húmor eiginlega í öllum einhverstað Þetta er ótrúlega góð leið sko, og ég vildi óska þess að ég geti nota öll mín meðul alltaf sjálf en ég fer til dæmis í stundum í ofsalegt gremju kast en mér finnst fólk vera óréttlátt eða beita einhvern órið eða bara með alveg glataðar skoðanir þið veit ég bara, þá finn ég fordóman að gjósa upp og neikvæðin og gremjuna en ég er svo heppin að ég á mjög auðvilt með að grípa í lífin mín að því líka ég sé þetta á börnunum mínu 4 sko, yngsti hann fættist með öll þessi fiðrildi út allt eins og ég hann kom hlaupandi okkur einasta morgni fram og sagði, er þið ekki fegin að ég vaknaður sagði litli gleði stöppur litla tröll gleði tröllið og þetta var bara alveg nóg til þess að ég aðmanneskja náttúrulega ég grét af hamingju bara snemma en þetta er alltaf maður vonar alltaf bara að ég vona börnin sofi aðeins lengur svo maður fáið svona, er þetta gleði að ég vaknaður séð mér fyrir En þú þarft víst að rjúka, þú ert tímabundin. Já, mikið þakka ykkur fyrir að fá mig bara hér á sólardeginum. Endilega þú aftur að ræða eitthvað fleira, það er margt í bókanum hjá þér. Og það er bara svo gaman að vera með ykkur stráka mín, svo langt sér komið og heimsótt hérna og þú, það er nú... Fyrsta sinn sem við hittumst í útvarpi. Fyrsta sinn sem við hittumst í útvarpi, við tvö, ég hef þetta komið. Þið gætu nú hist á sviði eða í myndi ykkur tjá. Það er nefnilega það, við erum á sömu síðu, já. Það er bara málið. Einmitt. En gaman að fá því í heimsókn og gangi þér bara vel í því sem þú ert að fara að taka yfir hendur í sumar. Við höfum örglega eftir að fá því hérna aftur. Það er margt sem við þurfum að ræða kannilega. Já, okkur langar rosalega að ræða meira einmitt eins og sko sjálfsjálfarbækur og þetta og neikvæðin og jákvæðinni og allt þetta og óraunhafa jákvæðinni og raunhafa jákvæðinni og vísindagreinin jákvæðin og hamingja, það er það sem ég finnst mest spennandi, sko. Þannig að þetta er engan veginn útrætt. Þetta er ekki útrætt og ég get komið hér bara einmitt reglulega og gefið æfingar. Nú munið þið hvað æfingar þið ætla að gera næstu 2 vikur, er það ekki? Já, og næst er að kona mín sefur hjá mér, þakkar bréf. Sem ég les fyrir hana en ekki alltaf því að þá fer hún að halda býta af hverju er hann svona þakkláttur fyrir þetta þú segir henni bara þú vitnar í Seligman skilur þá fer hún að hugsa er ég svona skrítin að vilja það svo já, þetta getur auðvitað allt hefur 2 hliðar bara eins og styrkleikamanns geta verið ofnotaður og þá er þau orðnir ansi og ef þú ofrósar einhverjum þá fer hún að hugsa þetta er kaldæðni já, nákvæmlega En við ætlum að fá auglýsingar. Þakku þið kjærlega fyrir komuna. Blessu ykkur piltar. Takk fyrir það vinnan og Jóhann Rökkvi koma hérna rétt á þetta. Við ætlum að heyra auglýsingar og svo lagið með Rúnari Júlíussyni Hamingjulegið. Takk fyrir komuna. Hamingjulag Rúnar Júlíusson. Já, hann er glaður greinilega. Já, en ekki lengur. Hann er farinn. Ég ætlaði svo að halda áfram að tala illum fótbolt og rakka niður en nú er bara búið að smita mig með ómikil jákvæðni og ég er bara Já, við getum ekki vopnfallinir og öndum sko. Svo gott veður úti og hérna, allt er æðislegt. Það er magnað og núna er bara að láta þessu hlaka til að horfa á leikinn, þeir sem ætla að horfa á hann. Ekki íta á mig sko, ég get ennþá farið í gang með fótboltahatur ef þú reynir á mig sko. Nei, ég ætla að segja svolítið að því að við erum að tala í ákveðinu, það var svolítið fyndið atvik sem gerðist núna, það var hérna Ronaldo, hann er vist búin að vera með fíl út í allt og alla, hann er þetta að vera í þættinum sko. Já, ég nákvæmlega. Og hérna, það var einhver sjónvarpsmaður sem var að taka viðtal við hann. Já. Og þeir voru að ganga við hliðina, það var svona lítið vatn, eða svona pollur, svolítið stór. Og sjónvarpsmaður kom og spurði hann einhver spurningar rétti mikrónu að hann og tók Ronaldo mikrónu og hendur hann í vatn. Þetta var stórkostlega. Dramadrottning. En hérna er ég meitt jafntefli. Það er einmitt svona, er glasið hálf fullt eða er það hálf tómt? Já, einmitt. Skoðar þú jafn mikið og hinnir eða skoruðu hinn jafn mikið og þú? Eða það er að segja, ert þú ekki betri en hinnir eða hinnir ekki betri en þú? Já, spurning. Hvernig lítur á það? Já, góð spurning sko. Ég held að Ronaldo þyrfti að fara svona í ákvæðni sálfræði. Já, hann er náttúrulega bara svona dekurkrakki. Hann er skólabókudæmi svona dekurkrakkar sem tekur frekjukosti. Já, þannig var samt eitt jákvætt. Sjónvarpsmaðurinn lærði eitt þarna. Haltu fast í mikrofónu þegar talar Ronaldo. Já. Stundum sko hefur fólk gert grína mér af því að horfi á svona amerískt svona wrestling, þetta svona amerísku fjölbræðarglímuna sem er runni fyrirfram ákveðin og hún er leikrit og spil. Já. En stundum er bara alveg mikið drama í alveg íþróttum. Eins og í hinnu. Þetta er svona sábópera fyrir kallmenn það sem allt er lest með ofbeldi í runni, svona wrestlingið. Stundum er bara raunveruleikin furðulegri heldur en þetta. Það er nefnilega svoleiðis og hérna ég held að við þyrftum eiginlega bara að setja okkur í spór annars svolítið.
þegar að við sjáum að fólk svolítið þunglind og svona að setja okkur í spor þeirra ekki samt vera þunglindur, heldur reyna að finna það jákvæð og benda fólki á það ekki satt. Já, og náttúrulega sem þunglindir samt þannig að það í rauninni bara efnafræðilegt ójafnvægi og þú getur í rauninni ekki unnið mikið með því nema með lyfjum líka sko. Nei, en ég að tala sko þá þetta tímabundna þunglindi þegar einhver erfiðleikastæða skilur eins og þú mist innuna eða hvað sem að þú getur þá bent á það jákvæða. Já, þetta samt, það rosa mismunandi með þegar að þú ert svona virkilega niðri einhvern veginn í, allt gengið afturfótunum, hvort þú vilt kannski, þú veist, ausa úr skálum sorgarðinnar yfir aðra eða hvort þú stundum kannski vill bara, þú veist, að einhver, þú veist, grilli með þér hambúrgara og þá líður aðeins betur, eða þú veist, gerir eitthvað svona einfalt af því að Það spurning hvort það sé ekki bara gott þegar fólk að byrja einhvern harmi hljóði að hleypa því út. Jú, oft, en ég held líka stundum að sumir eru hræddir við þá sem að þeir vita eiga erfitt af því að þeir viti hvað þeir eiga að segja eða þess að finnast þeir þurfa þá að tala vandamálið eða vera til staðar og veit ekki hvernig þeir eiga að vera. Stundum kannski ágætt bara að ringja einhvern og fara í bíó með hann, þó að hljómi kannski grund en ekki að, þú veist, stundum eins og þú veist, þeir sem lenda einhverjum harmi að þá fólk allt í einu líka svona fara að vera vandrælt og hrætt innan það bara, heyrðu, þú veist, þetta samt bara ég þú þarft ekkit að umgangast mig eins og ég sé eitthvað sko, ég veit ekki, eins og þú sést að ganga á glerbrotum hérna. Já, það einmitt málið og við hættum öll að taka til okkar þetta sko, hugsa jákvætt Já, nú erum við farin að vera svona sjálfsjálfar Já, við erum að hafa mitt og við ætlum að prófa þetta sem hún var að benda okkur á þessi inngrip Já, ég ætla allavega að skrifa niður, það var gott veður í dag, það gerði mig glad. Gott veður í dag og þú hittir mig, ég hitti þig, við hittum Eddu, það við strax komum með sko 3 hluti, alveg. Nákvæmlega. Það bara málið. En flæðiskerið, það bara á endarunnið, því miður, ég vilja halda áfram. Sjáumst bara næsta miðvikudag. Við sjáumst bara næsta miðvikudag með einhverjum góðum gesti og ætlum að hafa skemmtilegt verið jákvæð út þessa viku og alltaf. Og sjáum hver einhvern okkar á hamingjuskalanum í næsta þætti. Rökkvi Vésteinsson og Jóhann Kristjánsson þakka fyrir sig, verið sæl.